Góðan dag. Mig langar að tala náttúrumál á Íslandi og þá sérstaklega konur og ég valdi mér Hólmfríði Þorsteinsdóttur þar sem hún hefur verið að gera góða hluti á Íslandi. Allavega svona þar sem ég var að skoða hér í dag. Hún hefur unnið mikið hjá Landvernd og unnið að náttúrumálum á Íslandi lengi og sérstaklega loftslagsmál. Ég fór nú hér inn á bara Umhverfisstofnun til að skoða meira og hún hefur staðið í alls konar framkvæmdum með fullt af fólki til að gera Ísland náttúrulega betra fyrir okkur og bara skiptir okkur máli að við séum að gera góða hluti og bara hugsa vel okkur hérna. Hún hefur verið að vinna með fullt af fleiri konum bara að fá góða styrki til landsins til að gera góða hluti og vera bara, hún hefur til dæmis tekið þátt í að tína plast upp hingað og þangað, sem að hefur verið með frá sjónum og bara hjálpa til með alls konar hluti og hún er í rauninni verið svona talskona fyrir bara, að við pössum upp umhverfið okkar og horfum svolítið í kringum okkur þegar kemur á mörgum hlutum eins til dæmis bara með plast og annað og er bara svona, hún bara vinnur hjá Umhverfisstofnun eða Landvernd. Það er náttúrulega svolítið mikið svona alltaf sama en hún sem sagt hefur verið að gera alls konar fallega hluti með fólkinu sínu og passaði upp á bara landið okkar og við stöndum okkur vel og bara skoðun mín á netinu hana þá fann ég til dæmis bara greinar hana þar sem hún hefur komið fram í þáttum til að tala Landvernd og við þurfum að passa hvað við erum að gera og líka bara að við séum að koma fallega fram bara við landið okkar því að þetta nú ekki sjálfgefið allt saman. Hún hefur komið hérna fram í viðtali hjá Hringbraut einhvern tímann fyrir löngu síðan. Já, hún kom hérna 2016 að þá er hún að tala plast og plast og fiska í sjónum. Að þetta fari illast til dæmis með bara fiskana í sjónum árið 2050 að það verður ekki dregið úr plastnotkun í veröldinni. Og 99% af öllu plasti í hafinu, 99% af öllu sorpi í hafinu er plast. Og þetta er staðreynd það sem kom fram í viðtali við Hófi, sérfræðing hjá Umhverfisstofnun, að fram hefur komið tillögur að draga úr notkun plastpoka hér á landi og er það fyrsta skrefið í áttina að minni notkun plast hér á landi. Öllum líkindum verður blásið til einhvers konar vitundarvakningar, segir Hólmfríður, og verslanir séu mjög jákvæð gagnvart því að minnka plastpokanotkun og til dæmis því ekki að bjóða upp á plastpoka lengur undir vörur sínar í framtíðinni. Hér á landi hendum við árlega 5.000 tonnum af plasti. Sumt er urðað en annað endurnýtt. Hólmfríður segir þó ekki væri róttækja tillögu að ræða þar sem að áhersla er lögð á að fólk verði jákvætt gagnvart minnkun plastsins og upplifir ekki boðabönn sem er mjög svona bara rétt hjá henni. Ef allt er bannað þá verður maður alltaf bara brjálaður. En allavega hana þá hefur hún svona verið að vinna að alls konar og láti sveitarfélagið taka þátt í því sem ég bara frábært og mér alveg gaman að pæla í þessu því að, þetta er ekki í lagi og sérstaklega ekki þeir sem kannski fylgdust með fréttum í gær sunnudaginn 30. Núna 30. mars
2025 þar sem að kemur fram að við erum að bara með sko ekkert venjulegt magn af fatnaði sem er bara verið að henda sko, þannig að þetta er nú hálfpartinn galið allt. En þetta er allavega sú kona sem að ég svona fór fyrst inn á og pældi í, og hún er virkilega að gera góða hluti í alls konar skemmtilegum hugleiðingum, með kannski bara að við hættum að gera kannski eitthvað svona sem eigum ekki að gera, og kannski kvarta við tappanum á mjólkinni og eitthvað svona bullskilru, eða svo margt annað sem að skiptir meira máli heldur en eitthvað tappi á mjólk sko. En já, þetta er allavega svona, veist, en svo bara, veist, var ég líka að velta fyrir mér, skilurðu, það er náttúrulega alls konar hér á netinu sem kemur bara umhverfisstofnun, og ég finn svo sem ekkert meira svona þannig laga annað en, jú, auðvitað, veist, er hún bara að byggja upp alls konar, þannig að við séum að flokka, skilurðu, hún hefur komið, veist, tekið þátt í því sem er ótrúlega flott starf hjá henni, til dæmis eins og söfnum rafhlöðum í verslunum. Umhverfisstofnun og Úrvinnslusjóður er að hefja tilraunaverkefni sem felur í sér að koma fyrir sérstökum söfnunarkössum í verslunum, kassar sem hægt er að setja litlar rafhlöður og perur, og bæði litlar og langar. Þannig að þetta er alveg svona framför líka. Þetta sé ég hérna bara inn á Facebook síðu Úrvinnslusjóður. Þannig að ég svona, já, þannig að hún hefur komið á svona mörgum smáum verkefnum sem í rauninni er samt, veist, margt smátt gerir eitt stórt, þannig að hún er í alls konar svona skemmtilegum verkefnum sem bara gera helling fyrir okkur, og við kannski sjáum líka þessi verkefni, veist, í búðum, kannski reyndir ekki hérna á landi þar sem ég bý, en þetta er örugglega í bænum út allt sko. En þetta er allavega svona flott leið til að skoða hana og pæla í henni, og ég vonandi sé nóg, og af því að þetta er podcast hjá mér þá er kannski líka erfitt að segja frá upplýsingum öðru sem heldur en eins og ég segi, þetta kom frá vefsíðinni Hringbraut og svo Umhverfisstofnun, og svo kemur þetta frá Facebook síðu sem ég fann hérna inn á vegum Umhverfisstofnunar, og tónlistin kemur á netinu sem kemur í upphaf og endi. Ég langar að segja takk fyrir mig, yfir og út. Yes.